god, Sunniva. Holy. Ég í áfalli. Gjörsamlega, bara sjokki með ykkur þarna, því þarna. Núna erum við búin að tilkynna ykkur loksins. Já. Tilboðið X-Gina Trigot live show 14. november í Gamla Bjó. Getum ekki beðið. Þetta verður svo gaman. By the way, það eru örfáið miðar eftir. Já, bara þið viljið næla ykkur í. Já, við erum að taka þetta með þess að aðeins upp áður en þátturinn kemur út, hana be fast. Já. Það er ekki mikið eftir og ég veit að fólk segir þetta oft en það er í alveg ekki mikið eftir. Nei, það fór 70% af miðanum fyrsta daginn, sko, þannig að við er bara, já. Við erum þannig að ef þið viljið koma þá verður það að flýta ykkur. Já. Það verður svo gaman. Þetta verður ógeðslega skemmtilegt og fyrir utan það hvað við verðum náttúrulega með geggja sjó og geggja topic. Alveg, þú veist, alltaf eitthvað nýtt á hverju ári. En þá verður Gina Trigot líka með bara geggja stemmingu í forpartíinu. Það verður aftur svoleiðis í ár. Og ég veit að það verður eitthvað vinningar, eitthvað lukkuhjól og ég vil ekki segja mikið. Við munum segja hægt og rólega, sko. Hægt og rólega, en það verður alltaf hana, já, nóg að gera. Þetta verður svo mikið stuð, sko. Já. Og fyrirpartíð byrjar náttúrulega 7. Þannig að þið verða að mæta tímalega. Já. Sjóið klukkan 8 og já. Ef þið eru að þú veist, eitthvað pæla í að það er lokamánaðarins og langar að kaupa miða, þá er Tix.is með netgíró. Já, það er bara hversu tilvalið. Þægilegt. Já. Bara svona, ef maður vill næla í miða. Já. ASAP, þá er hægt að nota netgíró sem er náttúrulega líka styrktarar okkar og góðvinur þáttarins. Já. Og bara, já, mælum alltaf með því að þið geti, þú veist, nýtt þá leið líka. Algjörlega. Þannig að Tix.is, hlökkum til að sjá okkur. Ég er svo spennt að það er svo stutt í þetta. Það er svo stutt í þetta. Fuck. Stressið er ekki alveg að byrja að kikka inn að þið þurfum að einbytta okkur líka Halloween, sko. Ég veit að our season is coming, you guys. Our favorite season. Já, bara, þú veist, það er svo mikið framöndan. Svo mikið framöndan. En við getum alltaf sagt að, þú veist, þessi vika hjá okkur núna, þú veist, hún er bara búin að vera geggjuð. Hún er búin að geggjuð, bara, við erum búin að eiga afmæli í þessum mánuði, við, þú veist, tilkynntum live showið, það fórast það í sölu, svo erum við að kíkja núna til London. Einmitt. Og við erum að fara eitthvað svo skemmtilega, bara, þú veist, við erum að fara út af alls konar ástæðum. En þú veist, að fara að koma heim með jóladót? Já. 100%. Að fara að koma heim með eitthvað Halloween-dót? Já. 100%. Við bara þurfum að taka auka tösku, sko. Bara þú veist. Fyrir eitthvað skraut. Já, sko. Svo erum við að fá eitthvað TikTok að Selfridges Christmas shop has been open. Maður bara, goddamn, netgir og drullaðir til England, skilur við. En ertu búin að sjá þarna pop-upi sem var í Selfridges, sem svona, þú veist, dýr sem eru matur, hvað heitir þetta aftur? Ekki dýr, hvað við? Já, bánsar sem eru matur, jellycats, já. Ertu búin að sjá þetta? Ég er alltaf að fá þetta fór í pætsinu mínu. Þú sendir mér þetta. Eitthvað, gonna cook it extra nice for you. Ég er bara, á hverju þurfti ég að vera til þess að vinna við þetta? Fældi að mæta bara ég held til þess að fá mér þetta því ég bara ég myndi að fá mér þetta, klálega ef þetta er ennþá í Selfridges þá er það að fara að fá okkur þetta, sko og ég vil horfa á starfsmanninn gera þetta, ég ætla að vera bara I'm recording this, sko are you not embarrassed? Já, og þess að fældi að mæta þunnur í vinninu og þetta er svo þetta að gera það er ekki, ooh, this is so nice do you want it medium cooked? Já og eitthvað svona þykjast sitjast á bara fullari fólki og bara searchið Jellycat, eitthvað London ef þið ekki mér að sjá þetta. Þetta er líka úti, þú veist, alla búðirnar bara Jellycat pop-up, eitthvað cooking. Ég heldur andurs bara ef þú googlar Jellycat þá kemur þetta örugglega bara strax, sko. Googlar TikTokar? Já, ég ætla að meina það. Já. Örugglega líka Google, sant? Nei, þá kemur örugglega bara Jellycat heima síðan. Það heitir það. Já, hérna, Jellycat og London Official. Ok. Þannig starfsmenni bara þú veist bara let's go gum og bara bánsa á pönnu svona nýja svona Build-A-Bear já, nema fullorðið fólk er að kaupa þetta já Build-A-Bear er actually fyrir börn já, true þú fórst ekki bara eitthvað 20 í Build-A-Bear finnst ekki að það fleiri og fleiri verður með eitthvað svona bánsafettis fullorðir jú þú veist að það er eitthvað trend núna það er eitthvað gangi sko að vera með eitthvað svona fólk er eitthvað safna alls konar böngsum já safna alls konar litlum köllum Sonny köllum já, Sonny Angel svona. Já, við erum alveg bara við erum búin að vera bara svona ok, já, veistu hvað þetta er? Ég er búin að kynna mér þetta smá ef þið er ekki búin að sjá þetta Sonny Angels, tjekkja á þessu þetta er vist eitthvað svona
ok, þið safnið þess að fígurum það var bara til ógeðslega margar rare editions og kaupir alltaf frekar svona mystery, veist ekki hvað þú ert að fara að fá og fólk að safna þessu. Þetta var búið til uppálega fyrir sem sagt bara konur. Þetta er alveg pínu cute pæling og ég veit ekki hvort það er búið til eitthvað í Asíu eða þú veist, eitthvað þar er að þú veist hérna þetta er búið til fyrir konur bara svona working bara þú veist, women og til þess að vera með svona partner á skrifborðinu sínu og þetta er svona eitthvað svona preventa burnout, have a friend eitthvað, þess að getur hengt þar svona tölvuna síma þinn þetta er eitthvað svona the buddy of a working woman svo skrítið besti, já þetta var eitthvað svona þú veist, pælingi var alveg cute en ég var svona, já þú veist þetta er samt ennþá bara eitthvað svona dót já bara, og þau eru bara með eitthvað höfufatt þú veist, og þau eru nakin, þeir englar sem líka alveg pínu svona skrítið en þú veist cute held ég ég veit þetta er bara eitthvað tískutrend held ég sko já þetta er eitthvað bóla sko þetta er eitthvað bóla núna gætu við mögulega komið heim með þannig frá London það getur gerst sko við erum mjög influential sko það er mjög auðvelt að hafa áhrif á okkur mjög auðvelt bara við hérna en kjöld verða það gaman og við viljum líka rannsóknarvinnu fyrir okkar live show við erum að skoða outfits við erum að skoða hérna alls konar svo ætlum við að taka þátt úti ætlum við að gera það? Já 100% við erum að taka frá tíma í það já, en núna erum við betri í því við erum betri, það er rétt núna erum við allir líka að taka bara þessa mæka og þessar myndaðar þannig að við erum góðar sko. Við erum góðar, þetta var mjög sjóðar í þessu. Já, þetta verður geðveikt, ég er allan á ógeðslega spennt, þannig að þessi mánuður eru búin að geggjaður, mánuðinni framöndan eru bara að fara að vera betri og ég veit ekki hvað. Einmitt, október næstu viku. Elska október. Elska alla mánuði bara einhvern veginn. September, október, alla hausti er bara geðvægt. Hausti er best. Svo bara ekki janúar, febrúar, skilur við. Mars, já. Þá bara þannig að það er bara mjög skemmtilegt framöndan. Það er ógeðslega gaman framöndan. En ok, nóg það. Hérna, líka þeir sem eru bara svona að plana veturinn og hausti, við ætlum bara að nefna aftur á að við erum á bílaleigubílum. Já. Frá góleiga.is. Þannig að ég geti að fara bara á góleiga.is. Ég sá að það eru komin einhverja auglýsingar á strætóskilti. Það? Af okkur? Ég sendi það á TikTok. Ég sá ykkur setti, ekki af okkur, af öðrum einstakling sem var með okkur í þessu auglýsingu. Þannig að ég veit ekki, ef þið sjáu okkur, let us know. Let us know. Það er gaman, ég er ekki búin að sjá neitt af þessu. Þannig að þetta var mér ekki starf, sko. Já. Og ef þið viljið 10 skróna afslátt á fyrsta mánuðinum ykkar, þá getið skrifað teboðið í athugasemd. Já, og veitarlega nefnilega til 31. maí, sko. Þannig að vákaði getur fengið gott verð í langan tíma. Það er alveg langt. Það er alveg langt tíma. Já. Þú veist, vetur bara hann til mæ. Crazy. Mér finnst það alveg crazy. Það er mjög næs. Það er mjög næs. En annars, já, sko, við erum með svolítið svona öðruvísi koncept í dag. Við settum inn hérna spurningabox á Instagram. Þar sem fólk getur bara senda eitthvað inn og við ætlum bara að ræða það. Þannig að þú gæst bara senda inn, þú veist, prump og við myndum ræða prump. Don't get me started. Nei, ég veit það, það er náttúrulega bara það er eitthvað sem ég get rætt í langan tíma. Já, þannig að þú veist hugsunum var meira svona, ok, sendið inn, þú veist, vasar og við getum bara, ok, hvað er þú veist, Þetta er búin að drauma topikið alveg frekar lengi. Já, þetta er Ég hef aldrei svona skilið nákvæmlega hvað talum en þetta er skemmtileg pæling. Já, þetta er sko skemmtileg pæling en rosa margir voru bara að senda heila spurningar sem eru svona, já, ok, þú veist, þá eigum við það bara inni. Já. Og svo eru líka sumbyrtina sem að, þú veist, eins og margir sem sendi inn P. Diddy caseið að það sé komin alltaf fólk er ekki alveg að fatta þig eins og ég var ekki alveg að fatta þig hvað ég skil það alveg en P. Diddy það þarf sér þátt og við þurfum að kynna okkur þetta alveg lega sko. Kynna okkur, já, bara nákvæmlega bara hvað er hann að vera dæmdi fyrir af hverju voru 1000 flöskur af baby oil sko, it's coming, við tökum það örugglega en þetta er svona, alltaf það er svona toppið við tökum það í áskriftinni þetta er alveg svona erfitt höldum þessu hérna aðeins létt og góður sko mögulega verður þetta opinu, við veitum það ekki já, við veitum það ekki, en þetta er á lista við erum að fara að taka þetta fyrir, við ætlum bara aðeins að leifa líka þú veist, smá tíma að líða já, sko. Þetta er nefnilega þú smá cooking og maður er alltaf að býja eftir einhver aðrir í kringum sem eru, þú veist, verða attached to it, skiluru, þannig að við sjáum, en svo
Svo sem sem senda inn eitthvað nöfn sem ég bara, generally veit bara ekki hverjir eru. Lyle og Eric, veistu hver það er? Lyle, Eric. Og hvað er random? Já, þetta er eitthvað random. Ok, þú verður bara að ræða það. Við skoðum það bara. En svo er þetta til dæmis ein spurning sem við getum kannski tekið fyrir í fljótu bragði. En Sunneva, hvernig er best að losa sér vinkonu sem trítar mann sjúklega illa? Þetta er alltaf bara besti break-up, sko. Lyle og Eric er hann að Monsters þættinu Netflix hann að caseið. Ég er ekki neitt búin að kynna mér þetta. Ekki heldur, herru, Við gerum þurfum það. að fara í það, sko. En er það ekki, Lyle og Eric Mendez. er það ekki eitthvað fyrir spooky seasonu? Jú, þetta er eitthvað svona, þetta er alvöru case, sko. Já, Sem, ég reyndar, núna þú segir að það þeir drápu sér satt foreldra sína. Og það var gert Alveg rétt. þætti þá. Og þeir eru alveg, ekki sáttum með þessa Netflix þætti og eitthvað búið að heyrast frá þeim úr fangelsinu og eitthvað svona. Ég þarf að horfa á þetta, ég veit ekkert meira. Byrjum í kvöld. Já, byrjum í kvöld. Let's go. Tökum þetta. Og þá getum við tekið þetta fyrir á næstu dögum. En svo þetta, já. takk fyrir að senda þetta inn. Það var svo hveit okkur til þess. Já, góð punktur. Anna, hvernig er best að losa sig við vinkonu sem trítar mann sjúklega illa? Ég var undirbúin að tala um bara blóm og okkar, Ég veit það, en fólk bara má senda svo Já, vill. hún er bara að senda það sem vilji. Þetta er bara opið hús í dag. Þetta er opið hús. Hvernig er best að losa sig vinkonu sem trítar illa? Við höfum oft rætt þetta áður. Já, þetta er, þú veist, það er til svo mörg svona, við erum með marga svona vinkonu break-up þætti, en á botni kvöld bara setja mörg. Setja mörg og bara fjarlæga þig. Já, segja bara, þú veist, fyrir bara, þú veist, ekki eins og fyrirgefur bara, ég hef ekki áhuga að vera í samskipti við þig lengur. Og ef þið eru sameiginlega vinahópum, er ég svo riskilju. Já, þú getur verið civil eða þú bara ekki mætti eða hún ekki mætti eða Já. bara, já, þú veist, ef þín ákvörðin þá kannski þarfst þú að draga þig bara smá hlýja úr hópnum líka. En já, ég myndi bara, þú veist, ef hún er að trýta illa, segja henni af hverju og hvað hún er að gera, kannski er eitthvað room for improvement, kannski sér hún ekki hvernig hún er að haga sér eða þannig að kannski vill hún bæta sig, þannig að kannski gefa henni tækifæri því fyrst. Ef ekki, þá bara boy bye. Boy bye. Yeah, girl bye. Bye Felicia. Já, það er þetta bara algjörlega, 100%. Tits. Tits er frábær. Já, hún er bara þú veist brjóst, þetta er gali dæmi. Það er náttúrulega bara... Sérstaklega svo, við erum að tala um sko kvenmanns tits. Já. Og að, þú veist, og þetta er frá okkar allra bestu Jói. Og hún er að tala um þetta að því að hún segir að mjólkin, og hún er náttúrulega núna með barnabrjósti. Til hamingju! Baby month is over. Núna, ekki over. Hún er alltaf birth month is over. Birth month is over, the baby is here. The baby boy is here. Þannig að það er komið nýr fjölskyldumeðlimur. En hún er greinlega með þetta svona on her mind, af því að hún er að standa í brjóstakjöf. En pældi hvað það er gali dæmi, það er bara svona kirtlar að inni sem bara eru bara hvað í dvala þá til þú fær bara mjólk. Já, það er sama jafn skrítið og þú veist, með eggin, skilur. Fyrstu það? Já. Það? Að þetta er bara svona einhvern veginn, þetta er bara skeppnu hlutverkið á okkur. Skilur, þannig erum við bara dýr, skilur. A circle of life. Mér finnst meira skrítið að kallmenn séu með gervastur. Það fokkar mig meira. Það er ekki meira skrítið. Mér finnst alveg hella að koma eitthvað vöku úr einhverjum og líka eitthvað svona fyrst. Jú, af því það er eitthvað sem make a sense. Það er bara öll dýr eru með spena og eitthvað. Já, kannski. Já, hvað í anskotanum eru þeir? Já, kannski er það meira skrítið. Kallmannsdýr eru ekki með spena, sko. Akkur eru kallmenn með spena, sem eru óvirkir. Ég aldrei skilja þetta. Þetta er ógeðslega góð pæling. Já. Það er fárlega góð pæling, sko. Ég vil fá útskýringu. Já. Hvað ætla að sé útlits? Nei, þú veist, er eitthvað tengt útliti, þú veist, af hverju? Þetta er svo ógeðslega tilgangslaust. Af hverju erum við með svona ógeðslega tilgangslaust hlut, eða þeir, ekki við? Já, við skilja það ekki. Hvað annað er tilgangslaust á líkamannum? Ég reyna að hugsa það. Hvað svona með engan tilgang? Þú veist, við vitum að litla táin heldur ykkur jafnvægi, hún hefur tilgang. Já. Og ég ætla að fara að segja, eyra hefur mikið tilgang. Já. Þú veist að ég held að það er ekki einn hlutur á líkamannum sem hefur engan tilgang. Nú kannski eitthvað svona augabrúnir eða eitthvað. Nei, það hefur tilgang að svitin renni ekki augun. Til dæmis, já, eða eitthvað skítur og augnárin líka, skilur. Varir. Það er kannski svona... Kannski, já, þetta gæti bara verið hóla með tönnum. En samt, sko, ef þú pælir, þú ert ekki með enga varir, þá kannski áttu erfitt með að sjúga brjóst. Eða þú sjúga eitthvað.
það þetta rétt. Það erfiðara að sjúga Það örugglega erfiðara, já. En maður er hirkulur. Eins og hvalir geta ekki sogið, þeir eru ekki með varir. Manstu ekki að sagða Já. það? Þannig, jú, kannski eru varir með tilgang út þegar maður þarf að sjúga eitthvað. Já. Þetta bara... þetta að því að þegar maður verður, þú veist, þegar þú ert bara pínlítið sæðisfruma og verður að, þú veist... Og byrja sem kona. Já. Ég ætla að googla. Why do men have nipples? Það er eina útskýringin sem ég fæ upp í hausinn minn. Að við höfum öll verið sama basically kyn einhvers staðar í grunnferlinu. Já. Það er bara ástæðan. Er það? Já. Þannig að basically þú átti bara að vera kona. Já. Þetta var bara just in case þú væri kona. Já. Vá, þetta er svona kvenlega hlutir af þeim. Males have nipples because of the way that embryos develop in the initial weeks after gestation. Those eventually born female and male have the same sex until chromosomes are defined. Sem gerist ekki fyrir en 7. og 7. viku. Nipples koma á undan kyninu. Ég er búið að ákveða kynin frá 7. til 7. viku. Það er að byrja að developa. Það bara sérst ekki. Kannski þú getur ekki séð á okkur skamma. Amazing. Það byrjar bara svona innvortis. Amazing. Interesting. Þannig að basically, þetta er bara svona just in case að þið væri með píku. Já. Það er bara, vá, sturlað. En þetta er gjörsamlega tilgangslaust. Já, allir karlmenn eru næstu í konur. Voru ekkert maður konur. Já. So treat us nice. Yes, please. Hvernig verður það? Hvernig væri það? En já, brjóst eru magnað fyrir bara. En nipples líka í báðum kynjum respond to sexual stimulation. Ok. Þannig að nutti nipplunar á kallmann. Positív og svona nipplu. Ef þið fóið leifið til þess. Positív og nipplu verður hjá blöss. Já, 100%. Svona klemmur og eitthvað. Já. Þannig að þú veist, ef þið viljið pröfa nýtt. Ég veit. Áhverju ekki pröfa það? Já. Og líka, by the way, ég hef bara síðustu sjansin ykkar að fá Satisfy Wonder. True. Af því það er að koma October. Já, þá kemur nývara mánaðins. Þannig að núna, you gotta go. You gotta go. You gotta go get that. Þetta er Satisfy bara, ekki sofa á henni. They don't let you down. Já, sofðu hjá henni. Já, brjóst, bara geggjuð. Já, elskum brjóst. Elskum brjóst, þetta er bara magnað fyrir bara. Og ekki bara á mjólkinni, bara yfir öll, bara yfir höfuð. Brjóst er æði. Ok, nostalgía. Hvað er svona fyrsta, ertu búin að lenda í eitthvað svona nostalgíu núna undanfarið? Nú veit ég ekki alveg. Nei, ég get sagt það, ég var í maturverslunum daginn og sá svona brjóstsiga. Já. Sem er svona heita Fine Drops eða eitthvað og er í svona álkrukku. Já, með svona álpapír sem þú þarfst að fara í gegnum. Já. Og með svona flossigri yfir. Já. Þetta er svona versta ömmu dæmi í heiminum. Svo gott, sko. Þetta er svo gott. Þetta er svona ávaksta brjóstsigan bara. Við saman í bíl og allt í púllarum upp bara einhverja heila krukku dós af brjóstsíkum. Má bjóða þér hvað kalla svona gamla konur brjóstsíka? Móla, má bjóða þér móla. Já, takk. Það var svona nostalgíu sem ég sá bara hvað í búðinu var bara já, veistu, ég verð bara að smakka þig. Ég verð bara að smakka þig. Ég bara verð að tjekka hvort það hits the same. Það var bara mega næs, sko. Já. Ég sé bara svona þegar þú segir orðið nostalgía þá sé ég bara svona fyrir mig einhverjum cartoons og bara svona alls konar í hausnum á mér. Já. En þú veist, maður fær út nostalgíu bara svona þegar maður borðar einhvern mat og er náttúrulega með Bratz þarna. Já, Bratz sem er ekkert eðla mikið nostalgía fyrir mér, sko, það var bara my favorite. Er það brjóstsigan þarna? Já. Ó, nice. Ég skilur eftir þetta. Það er ekki gott fyrir mig að vera með þetta heima, sko. Þannig að, já, nostalgía líka fyrir mér er það ógeðslega mikið bara svona, þú veist, tónlist. Tónlist er ógeðslega nostalgíu tengt. Því núna er ég að horfa á, fyrir ykkur sem ekki vitið, og tókum við í síðasta bókabúðinu, þá, einhvern veginn fór umræðan úti, veit ekki hvernig,
ég lofaði Sunnu að horfa á Vampire Diaries sem ég að gera og þegar ég búin þá ætla hún að taka One Tree Hill þannig að við munum taka þetta fyrir mann eitthvað sem segja ykkur þetta ekki Nei, ég man ekki ég man ekki allan að það var í áskrift Ég starf á Vampire Diaries, trúi því Já, ég að horfa á Vampire Diaries og það ógeðslega mikið nostalgía í tónlistinni það ógeðslega gaman og líka fötunum Já Þetta svona, maður svona, já, með þetta playlista svona... og bara svona tækjónum bara eins og þegar hún sýttir svona eitthvað CD og eitthvað svona tæknin og eitthvað gaman sko það er gaman að gaman horfa svona 2000s þættir sko já, mjög herru, förum við yfir í næsta prófkvíði ég tengi við það já. Ég með mjög mikið prófkvíða og ef þið haldið þessi mögulega með prófkvíða eða þess náðu ekki að klára prófið á réttum tíma því þeir double checka allt og náðu bara ekki að klára það er prófkvíði og já bara svona alltaf bara svona eigða ómiklum tíma það er svona partur af þessu sækið þennan auka próftíma sem þið rétt af bara ég gerði það allt og seint ég þurfti bara þessar 40 mín sem maður fær bara breytti öllu fyrir mig ég bara gerði þetta ekki fyrir seinasta árum mitt í háskóla þá sótti ég þetta og ég var bara svona að djóka það geti allt verið svo miklu betra algjörlega, 100% og líka bara verið í þessum stofum og okkur þannig, ég vildi ég hefði gert það sko auka próftími eða þið erum prófkvíða það munur öllu, ég veit ekki akkur ég er svona með leiði svo ég væri ekki átti ekki skilið eitthvað þannig að þú sækjum þetta. Þú verður ekki nógu mikið XI eitthvað. Ég gæti ekki sótt þetta út af bara, ég veit ekki. Já. Ég bara veit ekki hvernig maður það gera það, skilur. Ég bara þegar allir aðrir eru með, ég bara, nice. Þess að fattaði ekki þurfti það, skilur. Já. En, já. Ég tengi prófkvíða við svona aðdrandan að prófinu, þú veist, sátími, skilur, að vera eitthvað svona, og ég tengi það ógeðslega mikið við bara frestur áratu, bara byrja ekki þá þú veist það kvíðin að þetta er ógeðslega overwhelming og þá ertu bara vakandi geðvitt lengi þú veist, svona já bara svona ógeðslega, það er svo óþægilegt að vera kvíðin fyrir prófum Hræðilegt. En ég samt fann meira fyrir bara svona einhvern veginn leið og ég var sest í stofuna, þú veist, og byrja á prófinu, þú veist, þá var ég bara ég veit ekki meira en ég veit, skilur þú veist, það er bara það sem ég veit, þannig að ég svara bara spurningu svo er ég bara banna að kíkja tilbaka Já, það er nefnilega andstæða við mig, sko Ég lagði alltaf mikið tíma í alla spurningarnar og þá náði ég ekki að klára restina Já, einmitt Það er miklu sniðar að gera hitt samt, sko En þú veist svona, það sem að einmitt hjálpaði mér með prófkvíða var klálega, þú veist, eins og við vorum að gera reyndar, þú veist, aðalega í MS, ég veit ég, þú geraði háskóla kannski, en við gerðum alveg svona gaman úr því að læra. Já. Við byggum til, þú veist, svona spurningar fyrir hver aðra, ef þú ert í þannig prófi sem er svona hugtök og þú veist, alls konar svona, þú veist, söguprófi, eitthvað þannig, þú veist, þá getur búið til kannski smá svona spurningar eða smá leiki úr þessu. Ég man ekki hvort þú varst með okkur en ég var Krilla, við gerðum alltaf Trivial Pursuit úr öllum prófunum okkar þá vorum við bara að spila og þú veist, þá var bara þetta var bara saga, þetta og þetta og þá actually vann maður eitthvað og þú veist, það var örugglega skemmtilega sem ég gert er að læra þannig Já, ógeðslega gaman en þú veist, já, við mælum með að reyna að gera þetta skemmtilegt eins og maður getur Þú veist, því að flestum finnst gaman í svo pubquiz og þannig að gera þetta þannig Þannig að þú veitir eitthvað svona, já, þú veist þetta, skilur þú. Stæðan fyrir að vera bara að lesa, bara að reyna endurtaka allt. Og svo, ég lærði það líka einmitt fyrir eitthvað síðast árunum mínu í háskóla einmitt, er að bara hvað svefnin er mikilvægur. Þú græðir ekki á því að taka all-nighter. Ég get ekki tekið all-nighter. Þá bara fer ég alveg í súpu, sko. Líka því að þú veist, lítil svefn bara eigur kvíða, skilur þú. Já, ég veit einmitt. Þannig að ég eftir að einmitt hlusta á Why We Sleep, þú veist, þá var það bara svona, ég fórnaði ekki svefn fyrir próf, að læra þetta próf. Sumir eru samt bara svona night rats. Ég veit það. En það er þessi 4%. Já, en þau eru að sofa á daginn. Já, ok, það er eitthvað annað. Þannig að þetta meika bara ekki sens. Nei. Þú bara snúður bara hringnu við, skilur. Já. Þá ertu hvort að sofa. Hvað meinar þau? Einmitt. Ég hef aldrei skilið þetta. En þá er nótt fyrir þeim þegar að mæti próf, skilur. Hversu umlegt? Já. Það er morgunin, þá er kannski ennþá í alveg hvort það er. Kannski. Þetta er bara eitthvað sem ég hef alveg tekið alveg en ég bara veit að það skilur mér engu, sko. Sammála, ég líka. Ég þarf þó að ég fái kannski bara 6 tíma og þá er ég hann allavega, sko. Já, 100%. En annars sem ég gerði líka stundum fyrir próf og sérstaklega þegar ég bjó það var í háskóla, ég bjó erlendis. Ef ég var eitthvað geðstressu fyrir prófi eða eitthvað svona þannig og
ég þurfti náttúrulega alltaf, labb í skólan, skilurðu, þannig að, ég var alltaf að hugsa, þannig eru, 20 mínútur, þannig eru 30 mínútur sem að ég tapa, basically. Já. Þannig að ég tók oft upp sjálfa mig. Lesa hugtök og hlusta þessu bara á sjálfa mig. Þannig að, ef þú ert að keyra kannski einhverja vegalengd í skólan fyrir eitthvað próf. Mér er bara 8 umferðinni, sko. Ég var að gera það bara í umferðinni í Reykjavík, sko. Akkurat, ég tala nú ekki þú ert í skóla Bifröst eitthvað, þannig að þetta fari smá tíma. Bara taktu þið upp. Það er ekki það leiðilegt, sko. Nei. But it's your own podcast. Þannig að, en já, bara prófkvíð, þetta er ógeðslega vond. Ég held að bara langflestir hafi upplifað hann og we're with you ef þú ert að gangi í gegnum þetta. Lífstíl, hvað þýðir fyrir ykkur heilbrigði, andlega og líkamlega? Tókum það svona pínu finnst mér í rútínu þættinu. Hvað þýðir lífstíl fyrir mér eða heilbrigði lífstíl? Já, heilbrigði, örugglega bara andlega og líkamlega, já. Það er bara góður svefn, bara hreyfa sig, hugsa sig. Þú veist, líka geða stór partur á svona andlegri heilsu og mér er að svona græja mig og þannig. Já. Bara svona vera... Ef ég er meira svona presentable þá líður mér betur og þá kemur mér í verk. Já, sammála. Bara heilbrigt mataræði, bara elda og hóla holt og velja hollara skyndibitan. Eins og Serrano. Já, akkurat. Ef þú ert að fara að fá þér af hverju ekki. Af hverju ekki að velja það hollari. Klálega. Þannig að það er aldrei næst, sko. Já. Og bæðu ef þið er að fara Serrano, muni að nota kóðan Besties. Já. Og ég veit að var einhvers lendi og við vorum látna að vita að einhvers lendi á Akureyri sem fór bara inn í búð og sagði Besties. Það virkar því miður ekki. Nei, þú bara fer beint bara í síman á meðan þú ert þó komin. Já, þú veist, en eins og við gerum oft, við oft förum á Serrano, borðum á Serrano og við erum bara búin að panta á þér. Já, og bara notum kóðan, Þú getur líka bara panta á staðnum í appinu, það er Já, getur líka gert það. Já. Þannig að, en það virkar ekki segja við afgreiðsluborði, virkar bara á netinu. Já. En bara hotlara, betra. Drekka mikið vatn líka. Já, það er mjög mikilvægt, fyrst mér. Það er svona velja kannski meira vatnið. Og já, heyrðu. Já. Ég var eftir að segja frá uppáhaldsdrykknum mínu núna sem ég gerði fyrir daginn. Ég er alveg smá högt. Það er þetta að gera það? Geðið. Ok, ég er komið á svona smá chia tímabil núna. Chia-vagnin. Chia water. Það sem að ég set vatn í glas, hálfa til heila sítrónu fyrir eftir hversu fersk hún er. Ef hún er smá þurr þá kannski sítrónu bara meira. Metra bara sjálfur. Eða sjálft. Og svo 1 happy hydrate. Blanda. Mér finnst mjög gott að með sítrónunni er gula mjög gott. Já. Ég er ekki bara að prófa græna samt. Nei, eða bleika? Ég er búin að prófa bleika. Mér finnst gula betra. Okay. En bleika var alveg gott líka. Okay. Það er bara því sítrónu, kannski að maður myndi setja eitthvað svona meira eitthvað jarðarberja vibes. Ef þú setur í bústu eða eitthvað. Gera grautur eitthvað svona getur næs, vibes. Já, 1 happy hydrate, bara uppáhaldsbragðið sem þú vilt. Og svo setja ég 20 gram af chia. Ég er alveg að vikta þetta því þú getur alveg... Þú getur ódósa. Þú getur ódósa á þessu. Og þú vilt heldur ekki taka lítið. Ég gerði að ég má að taka 2 tablespoons er svona recommended þegar þú ert svona að byrja chia ferliðin. Og ég gerði 2 tablespoons og það var bara eitthvað 10 gram hjá mér, skilur við. Þannig að ég setti þess núna vikta ég alltaf. Svo bara blanda ég og það er hægt að geima þetta í 10 mínútur. En það er best að geima þetta í nokkra klukkutíma. Mér finnst best að gera þetta overnight. Já. Þá er þetta orðið svona alvöru konsistansið. En þú mátt alls ekki drekka þetta strax. Þá fyrir þetta bara beint í gegn. Já. Það verður að vera búin að draga vökvann í sig. Já, en þetta hljómar ræðilega að þú ert að drekka þetta að þið finnir svona smá samt eins og svona bubble tea. Ég minnst það svo gaman. Þetta er svo gaman. Já. Og ég gaf Benza mér að smakka og hann svona hatar alltaf eitthvað svona. Hann var bara, þetta er fucking gott. Elglu fannst það gott, já, hún þarf alltaf að smaka allt sem drekk og ég segi já við því þegar það er ekki orkudrykkir eða eitthvað svo þannig og máli að fá eitt sopa og hún eftir að hata þessa áferð neður að elska þetta. Ég var nefnilega vá, að ég var alveg smá sjokki hvað það var gott. Já. Ég kom Bensin að smakka þetta, hann eitthvað nei, þetta lúkkar ekki vel og ég alveg með glært glas og glært rör og hann bara nei, jú, þú verður að smaka og núna er hann alltaf bara
gerður þú chia fyrir mig í dag? Næ. Með happy hydrate, það mjög mikilvægt að hafa happy hydrate með, sko. Já, þá líka þú ert að gera 21 sem svo næs. Þú veist, að þetta ekki það gott bara með sítrónuvatni, en þegar þetta með happy hydrate-inu, þá er þetta geðvikt. Já. Þá er þetta bara eftir þetta, bara máltíð, sko. Já, einmitt, þetta metta mann alveg eitthvað mikið, maður er alveg svona smá, bara svona sattur í smá stund, sko. Þetta með eggjónum mínum með mótana er bara perfect, sko. Perfect. En já, við vorum í lífstílum, einmitt. Ég er bara mjög sammálaði hvað þýðir fyrir, þú veist, heilbrigð, þú veist, bara andlega og líkamlega vera með heilbrigðan lífstíl. Heila bara allt sem að segja, ekkert sem að, þú veist, bara, mér finnst líka ógeðslega heilbrigt einmitt, þú veist, með balansið. Já. Að detta ekki í, þú veist, ekki bara, ekki að banna, þú veist. Þetta 80-20 dæmi er mjög næs. Já, þú veist, bara svona, og mér finnst það bara, einhvern veginn eiga bara við allt. Ég er ekki bara að tala mat eða nammi eitthvað þannig, líka bara, þú veist, líka bara eins og svefnin, skilur. Þú segjum við bara forgangur svefninum eins og ég tala í rútínu það ég held að það veri gett mikil forgangur hjá mér. Bara, þú veist, að læra að eiga góða svefn og vakna stemma og eiga öll með það, skilur. En sem sagt, ég datt eitthvað út, sorry guys. Já, sorry, það var mér ekki hana. Já, svo ég sá eitthvað svona glít í símanum sinnum við og datt út. Nei, en þegar ég tala balans, þá er ég líka bara að tala skilur einmitt svefnin og eitthvað þannig. Stundum áttu bara kvöld sem áttu eftir að vaka lengur en búa til geðveikt skemmtilega minningar, eiga geðveikt skemmtilegt kvöld með vininum og þá er það bara kvöld sem að þú sefur aðeins minna. Já. Og mér finnst bara svona balansi vera eiga við allt. Í lífinu, skilur. Ekki bara mataræði, ekki bara hreyfingu, bara þú veist, að þú ert með þennan góða balans á því að þú veist, lifa, en ekki vera bara geðvitt harður og sjálfa þig, bara banna þér þetta, nei, ég kemst sko ekki að því að ég verð að vera sofnuð, þannig þú veist, með þetta balans, þá ertu fyrir mér með mjög heilbrigðan lífstíl. Það ert ekki með eitthvað svona ómikla þráhyggjur yfir einhverju rútínu, skilur. Já. Bara ef þú ert með eitthvað bara eins og ég er með vikuplan og ef það fokkast upp föstudagurinn eins og gerst senast hjá mér, komst ég ekki rækt þennan dag þá er ég ekki að bara grenja því, skilur, eða bara eyðileggja alla helgina út af því að það fokkaðast upp, skilur. Nei, einmitt. Og leyfa manni að hafa svigrúm til þess að þess hlutinni geta líka bara breyst, skilur. Lífið, já, akkurat. Og minnst það saman líka bara svona eins og, þú veist, ég tek það líka bara með mér inn í, þú veist, foreldrahlutverki, skilur, bara stundum bara kvöld sem hún mun ekki haldast í 100% rútinu og hún mun fara seinna að sofa, en á sama tíma erum við bara búið til geggjaða minningar með henni í staðinn, þú veist, og já, minnst það vera heilbrigði svona lífstíll, einhvern veginn, andlega og líkamlega, bara halda þessum balans, því leiðu fara að vera eitthvað svona harði við sjálfu eða leiðilegur, þú veist, þá bara það allavega virkar ekki fyrir mig, þá var ég ekki nóhafingisum, sko. Nei, ég sammála. Það er að fá mér smá bestís eða eitthvað svona inn á milli og þó maður sé með geggjaðan dag, þá er ég ekki búin að eyðileggja daginn með því að fá mér ís á kvöldin, skilur. Nei, alls ekki. Body dysmorphia, ég held að það gæti líka bara verið sér þáttur að fara yfir. Algjörlega. Doja Cat og Joseph Quinn, couple goals, spurningamarki. Bara veist ekki á þeim. Nei, veist þú á þeim? Nei. Nei, já, þú heldur að spyrja mig. Já, ég veist ekki á þeim. Ég veit ekki hver það er eins og Joseph Quinn. Joseph Quinn, nei, ég veit ekki heldur. Ég veist bara ekki að Vá, hvað mér er heitt, fyrst það. Það? Já. Ég er bara það er svo heitt hérna inni. En ok, hérna kemur þetta er Gæin on Stranger Things. Við sjá. Ha? Er þeir saman? Ég vissi ekki. Ég vissi að hún var eitthvað tweetað eitthvað mann. Ok. Stranger Things. Já. Það er hana Chrissy, wake up. Gæin. Má segja þér honum? Nei. Með hárið? Nei, man ekki. Hann er bara í nýjustu seríunni eða eitthvað. Ég er ekki búin að sjá hana. Er það ekki búin að sjá hana? Nei. Nei, ok. Er það ekki búin að sjá Chrissy Wake Up seríuna? Ég man það ekki. Ég horfði bara á þetta svo langt síðan það fyrstu kom út, sko. Okay. Já, jú, ég sé hann. Og hann ólíkur sér. Já, ekki með hárið, já. Minnst eitt hérna ógeðslega gott til þess að ræða. Af hverju er eins og þessi ólöglegt að hringja sinn veikan? Án gríns. Hvað er það? Það er bara að deyja, bara svo veikur. Já. En bara svona ég er það í alveg, sko. Já, það er svona kannski meira konuþing. Nei, ég held að sé fyrir öllum. Já, ég var að sé Gunnar þurfti að hringja sem veikan og hann er bara miður sín. Já, og ég spurði eitthvað svona, já, fékkst eitthvað svar? Já, ég fekk bara svarið einmitt. Þú veist, en hann fekk það ekki. En þú veist, hann var það hræddur að það væri svarið sem hann myndi fá. Einmitt. Einmitt. Ég, já.
Þegar gaur náttúrulega líka, þú veist, já. Og maður á ekki að mæta í vinninu og bara eitthvað að drepast, sko, bara, og líka bara smita aðra og bara... Nei, einmitt. Já. En sko, ég skil ekki okkur, þetta er svona ógeðslega óþægilegt. Þetta er svona ekki tabú. Þetta er að því manni líður eins og manni sé að ljúga. Já. Og það trúir manni enginn. Einmitt. Og sé að nota þetta sem ykkur bara svona afsökun af því að við höfum öll hringt okkur inn ekki veik. Svona persónulega. Já. Og svo endar við bara í sömu viku að vera veikur í alvörunni. Mikið karma. Ég held ég aldrei tekið mig persónulegan, þú veist, þegar ég var í svona þannig vinnu, sko. Ok. Nei. Aldrei bara svona í vakt að vinna eitthvað þannig verið bara, nei, ég er lasin. Nei, ég myndi bara fá kvíðakast, sko. Já. Bara, ég hef alveg gert það. Já. Ég hef alveg gert það, sko. En það mér finnst líka, getur ekki bara verið lasin, skilur þú veist, ef ég bara get bara eitthvað svona, get leið. Bara get leið þennan dag út af öðru. Það er ekki alveg saman að taka persónulegan, samt það. Nei, þú veist, þú kannski ekki allt og leið, skilur þú veist, bara sem við líka fara bara í gymmið eða eitthvað kannski og hitta eitthvað eða fara bara að útrétta eða eitthvað. Óskrifu regla, þú mátt ekki láta sjá þig, sko. Nei. Það er alveg svona, þú veist, þú fær ekki til bónus og hringdir í veikana. Sérstaklega á Íslandi, sko. Það er kannski auðvitað að byrja í London eða eitthvað. Já. Þú sjáur engan. Já, það er allt annað. Kannski myndi maður gera það meira þar. Já. Ekki ráð okkur eða þau eru frá London. Nei, en ég veit ekki okkur er svona ógeðslega óþægilegt. Það er bara, en þú veist, þetta er eitthvað svona alþjóðlegt, það er bara, þú veist. Já, samt áttu að eiga inni einhverja daga, eða ekki? Jú, 100%, en okkur öllum finnst bara eins og við séum legarar þegar við gerum þetta. Já. Það er ömurlegt. Þetta er bara eitthvað svona, já, sem allir upplifa. Hryllingsmyndir. Horfðu ekki á þér. Það er alveg koncept, sko. Horfðu ekki á þér. Nei. Ég meiki ekki stundum að horfa bara venjulega þætti. Af því ég var svo stressuð. En hvernig horfður þá Vampire Diaries? Það er ekki hryllings. Nei, ég er ekki að segja það, en það er alveg svona þættir sem eru stressandi. Það er svona maxið, sko. Það er bara eins og bara allt Marvel og þannig. Ég er bara stundum að kvíða kastið, skilur. Ég trúi því. Já. Þannig að hvað þá ég fari í eitthvað sem er vera brútali myrða fólk, skilur, og þú sést allt. Þessu Vampire Diaries, þú svona, það er svona farið frá alltaf myndaðalinn, skilur. Það er samt alveg gæð mikið blóð og eitthvað. Það er samt ekki eins skeri. Það er alltaf svona bild upp og reyna að bregða manni. Það meika ég ekki. Já. Það er alveg, já. Og líka þá hryllingsmynd, þá, þú veist, ég treysti Vampire Diaries. Ég er búin að horfa, þú veist, kannski 2 seríur. Ég veit alveg mörkin mín. Já. En þegar að horfa á eitthvað nýja hryllingsbólk aldrei séð. Ég veit ekkert hvað að fara að koma í smetti á mér allt í henni, skilur. Bara eitthvað sem ég vildi kannski aldrei sjá og þá er aldrei óséð. Ég hata hryllingsmyndir líka, en ég horfa á þér. Jaha, ég get það ekki. Ég gera það, sko. Ég hef alveg farið á þessu spólu eins og Annabelle og eitthvað, en ég fæ bara hnút í maður og ég horfði svona allir hann. Já. Ég horfði svona gegnum smá gat hérna. Þá ég get hort svona. Já. Og kannski smá svona með svona, halda fyrir eyrun. Það er umöld að horfa á mig. Ég var að horfa á hana, hvað heit hana þættinir með Pablo... Já, Narcos. Nei, ekki Pablo Escobar. Pablo Já, hann leikarinn. Já, heitir hann áttur. Heitir hann ekki Pablo? Mér. Já, nei, Pablo heitir hann ekki Pablo? Nei, hann heitir eitthvað annað, er það ekki? Hvað heitir þættinir, aðal þættinir sem hann leikur í? Ég man það ekki. Zombie þættinir, Já, hvað er að ykkur? Ég veit, Oh my god, ég verð að vita eitthvað. Pascal, já. Pascal hvað? Pascal. Ég hata þegar maður fær svona og maður er með podcast. Pascal. Akkur kom mynd á honum. Last of Us. Pedro. Pedro Pascal mynd. Pedro Pascal, já. Þetta kom á endanum. Ég er að tala The Last of Us þættina. Já, ég er ekki fyrir að sjá það. Voru þeir creep? Já. Allt zombies fokka mér upp. Það gæti gerst. Það gæti gerst. Geymum þetta. Geymum þetta inni. Allt saman. Fyrir spooky, sko, zombies. Já. En þú er ekki álfa en þú er bara zombies. Bensi nefndi ekki að horfa á það með mér. Já. Að því ég stóð alltaf upp og þú veist,
sófinn svona hérna, skilur bara, og svo sjóum beint á móti og gerði stutt á milli og ég stóð upp og stóð svona á ganginum þannig ég sá svona á flatskjáin svona hlið, þá get ég hort og hann nefndi ekki að horfa á mig að ég var þannig allir tíman, ég ætla svo að þykjast ná eitthvað inn í eldhús og svo bara stóð ég bara að horfa svona, en ég get ekki hort beint bara með þetta í smetti. Nei. Ég þoldi ekki, mér langar alveg að sjá þetta. Ég get alveg sko þætti, það er ég heldur Þetta er bara en svona end of the world eitthvað svona. Nei, mér finnst það ekkert creepy. Nei, en svona, þú veist, zombies. Já, mér finnst það ekkert creepy. Að ég trú ekkert á það. Þetta geti alvörinni gert, sko. Já. Nei, þetta er þannig zombies sem að sveppur búin að, þetta er í alvörinni hægt, sko. Já. Ég er ekki tjóka. Ok, en það þættir sem að hræða mig, ég man ekki voru eitthvað svona þættir á Netflix eitthvað svona, það er meira svona draugar, svona yfirnáttúrulegt, eitthvað svona haunted dæmi og líka svona stalkers og svona morðingar, svona það finnst mér alveg bara, veist, mér varst ógeðslega erfitt að horfa á þarna þættina um gaurinn sem borðað fólkið, ég er búin að gleyma hvað heitir núna. Hvað sem borðað fólkið? Hvað er að gerast? Af hverju fannst mér svo sækari svo baktur? Ég leiði með þig. Já, það borða basically fólk, samt líka. Þegar þú segir, hvað borða fólkið, þá heyrði ég Karis Baktis. Nei, hann að gaurið með gleraugun, Jeffrey Dahmer, já. Hann var ekki að borða þau það, ekkert mikið. Hann var að borða þau. Já, en ekkert eitthvað, þú veist, hann var ekki þekktur fyrir að vera cannibal eða það. Jú. Meira, var hann ekki meira þekktur fyrir morði, bara ráðmorði. Var ekki heima hann alltaf að elda sér kjöt? Var það ekki bara svona alleged? Nei, það var alveg bara á þing. Ég hugsa bara Dexter þættina hana. Já, ég hef ekki séð þá. Nei, en svo er hann ekkert að borða þau. Ég hef alltaf haldið að Dexter sé mannaði þættir, bara allt mitt líf. Jaha. Já. Magnea var að horfa á hann daginn og hún var bara, já, er Dexter? Ég eitthvað, já, er hann byrjað, hann er að borða fólk eitthvað, hann, nei. Ég eitthvað, jú víst. Og svo bara komst ég að því að þetta er bara alls ekki cannibalism. Það er alltaf haldið það. And Jeffrey Dahmer did indeed eat a number of his victims. Já. Já, það er náttúrulega, þú veist, en mér varst það ekki svona, þú veist, maður alltaf vissi söguna, skilur við. Já, það er ekki svona bregðu, en það er bara svona ógeðslega í magan. Já, þú veist, bara maður er bara, en ég tala um svona bregðu þannig, svona þannig þætti, svona meira svona haunted, paranormal dæmi, mér finnst óþægilegt að, þú veist, mér finnst það ógeðslega óþægilegt í öllum aðstæðum, þú veist, heima eða í bíó eða eitthvað, þú veist, hvað sem er. En ég hef svona, það er alveg nokkur ár síðan, það hefur svona verið svona að fara, já, það er nokkur alveg 4 ár síðan, því ég og Gunni vorum að fatta daginn, við aldrei farið 2 saman í bíó eftir að Embla fættist. Í alvörinni? Já, af því þú veist, tímur er pössin í bíó. Já, það er góð spóla. Já, veist, þá fyrir maður bara með vinkur, skipti liði einhvern veginn. En hérna, þá vorum við alveg stundum að fara í bíó á hryllingsmyndir. Og þá var ég alltaf, leið og myndi byrjaði bara, getur farið heim. Ég sá alltaf eftir þessu, en gerði þetta alltaf. Psycho. Já, það er eitthvað svona, adrenalín. Ég fíla bara svona Tim Burton skeri. Já. Beetlejuice myndir daginn, mér var svona æði. Já. Mér var svona æði. Hún var skemmtileg, Mælum með henni. Þú veist, það myndi aldrei kvalifæra sem hryllingsmynd. Það er bara svona barnafspóla. Nei. Það er ekki hryllingsmynd. Nei, en samt hún er alveg, þú veist, þessu Edward Scissorhands var ekki fyrir börn eða? Nei, ég veit ekki, ég veldi síðan. Já. Alveg? Jú. En hérna, hvað ætlaði ég að segja? Nú segja, vorum það hryllingsmyndir. Já, svona psycho-thrillers, mér finnst það geðveikt. Já, svona Silent Patient, ég get ekki beðið eftir að það er þið bíómynd. Já. Þú veist, það er ekki bregðu. Mér finnst það ekki vera hryllingsmynd, sko. Ég myndi ekki segja að vera hryllings eitthvað. Nei, en þeir eru alveg kallaðir psycho, þú veist. Thriller og hryllings eða horror er hryllings. Já, psycho, hvað eru svona myndi kallaðir? Eða svona, hvað er kategórið að þeirra eins og... Silent Patient, það er alveg thriller. Það er mjög mikið sem er thrillers. Já, svona psycho-thrillers. Já, ok, það er ekki hryllings. Nei, thriller er allt annað. Ég get það, sko. Já, mist það mjög gaman, sko. En horror, bara eitthvað svona ógeðslega, bara exorcist shit, það er bara, ég mun ekki sofa í svona 12 ár. Bara ég sá Scary Movie þegar ég var lítil. Já. Hefurðu horft á hana nýlega? Jú, við horfum á hana ekki. Já. Af hverju horfum á hana? Jú, fyrir í búningiðin. Þú varst að pæla í búning. Í henni? Já. Alveg rétt. Manstu? Já. Og við vorum bara gaf, okkur fannst mann þetta? Já. Það er geðgaman. Við fórst þú ekki með okkur á hana Scream daginn? Nei, ég hef ekki séð hana. Varst það ekki þú? Fór með mér að bensa? Nei.
og ég held að þú. Egilsfjallinni. Hvað gerist í henni? Það náttúrulega bara svona með hann að Ghostface skæjanum. Ég reykti að sé Scream. Nei. Ekki heldur nefnilega. Og að Jenna Ortega í þessari spólu og Nei, ég var ekki með. Ég nefnilega hef aldrei hort á þessu mynd. En þetta var svona, ok, ég get þetta alveg. Það? Já. Ok. Þetta er svona smá svona, en það er svo oft dagur. Já, ok, ég elska þegar dagur. Já, það er best. Þegar það er bara heil spóla og það er alltaf nótt, þá bara, ég get ekki verið inni, þá þarf ég að fæla bút. Já. Það verður að koma dagur. Sko. En eins og, hvað var Annabelle eða eitthvað, kom dagur það var samt gott shit og þá var bara, ég trösti ekki þetta í degurum. Ég þarf að fara heim. Hvað var Annabelle eða ekki, sem var þetta hjónin sem fund hana, það var, það var ógeðslegt. Ok, næsta topic. Maybe, nýja brandið hennar Molly. Já. Ég er spennt. Mjög spennt. Það var alltaf mjög krúllegt þarna pop-upi sem hún var með, núna í London. Hún er að gefa út eitthvað free merch, hún er að gefa út, svona bóli og tanktops með. Þetta er, þetta virðist vera bara lítið collection til þess að byrja með. Blazerar, mikið svona cardigans, eða gollur og svona vestabólur. Gallabuxur líka. Gallabuxur, já. En ég held hún sé bara á réttri hillu í lífinu, sko. Ég held að þetta sé alveg eitthvað. Já, ég er spennt á, við þurfum eiginlega að panta okkur eitthvað þegar þetta opnar. Þetta er ekki búið að opna, nei, nefnilega ekki. Panta okkur eitthvað og finna gæðin. Já. Hvort þetta sé svona fast fashion eða hvort þetta sé svona meira high-end heldur en það, skilur og hvernig verður þið, spennt sjá verður þeim líka. Já, hún er búin að gefa út að præsins eiginlega frá bara 39 pundum upp í alveg 150, þannig að þetta er smá range en Svo svona ópolly range. Það virðist vera, því að ef þú hugsa bara svona ódýrasta varunar er kannski bólirnir, eða kannski það er mikið 40 pund, sérstaklega í Bretlandi. Já, þú getur fengið bara fucking 2 pund í Pretty Little Thing. Já, þú getur náttúrulega reddar á því og en einmitt, ef þú brandaði sem ekki fast fashion, skilur, þá náttúrulega skilur maður líka og líka bara þú ert ekki fast fashion, ert ekki að viðskipti við þannig, versmiður og þannig að þá náttúrulega er þetta dýrara, eðlilegra en það er víst eitthvað að tala um núna bara eitthvað svona pínu svona pínu shaking the bara bransan að núti og hann eigandi Pretty Little Thing gaf út yfirlýsingur núna daginn, sástu þetta? Nei. Eigandi Pretty Little Thing Ómar sem bara á þetta og verður, er eiginlega alltaf fyrir gagnrýni þegar eitthvað með Pretty Little Thing er í gangi. Hann eitthvað svona, hann var greiðlega stín eitthvað út úr þessu. Já, ég sá hann koma aftur inn í þetta. Já, og er núna komin aftur inn til þess að reyna að bjarga hlutunum. Það er eins og þau sé svona, og fólk... Shaken up. Já, fólk var eitthvað svona pínu að tengja þetta saman, það var eitthvað verið að tala um að þjónustan hjá Pretty Little Thing var orðin svo léleg og eitthvað svona svoleiðis og hann sé komin aftur inn til þess að reyna að laga þetta því að hún er alltaf komin með, alltaf er aldrei sambarlegur samkeppnisaðili því hún er ennþá pínu lítil og bara... En hún er samt eiginlega bara þaus, eða hún var að vinna sterkt með þeim. Já, hún var það þeirra creative director. Ég sá alveg mörg komment undir þess að geggjöðu gallabuxur frá henni, bara eitthvað, þessar buxur eru til hjá Pretty á 12 pund eða eitthvað. Já, bara sömu, alveg eins. Sömu buxur, já. Já, en svo náttúrulega, eru þau svo ógeðslega fljót að herma. Maður veit það núna líka. Það getur ekki verið að voru að herma eða til hjá Pretty og hún var að droppa, eða það er ekki sem búin að droppa sig. Nei. En það er ekki eitthvað það nýs hönnun samt, svo sem skilur, þetta er bara gallabuxur. Já. En ég veit það ekki. Ég er mjög spennt að sjá hvernig það kemur út. Sko. Já, ég er mjög spennt. Og það er líka búin að vera núna alls konar sögusagnir og ég veit ekki hvort, líka bara minna sig á að það sem maður sér á TikTok taka mig fyrirvara. En það er einhverju svona hinta að í byrjun næsta árs munum byrja með nýtt brand sem er þá Baby. B-A-E-B-E. Og verður þá svona barnalínuföt. Mér myndi líka finnast það on brand, sko. Já, byrjað. En það er spennt að fylgja með. Ég er alveg, maður er stoltur af henni. Já. Hún er alveg... Hún er doing good. Hún er doing very good. Anna en Tommy sem er bara búaður á Wembley og... Já. Komið ykkur nýja gellu. Ég sást þarna að vera að hlaupa eitthvað inn með gellu inn á eitthvað stað. Maður veit ekki hvort það var á æfingu eða hvert þú voru að labba inn eða hvort það var... Ekki með hvernig þú voru klætt samt. Nei. Æfingu. Hvort það var apartment building eða maður veit ekkert hvert þú voru að fara. Kaffihús eða til læknis, skilju. En hún allan eitthvað með jakkan yfir sig að fela sig. Þú veist, hvað ertu þá að fela? Ég veit. Þá er þetta ekki frænkaðinn. Það er alltaf að koma í fjölmiðlum bara it was his aunt. Já, og líka bara þetta var eitthvað business partner okkur þetta að fela þið. Spes. Líka haldand á Molly með jakkanum. Já. Kofvera sem er honum. Slæmt.
Slæmt. Fyrsta íbúð. Já. Það allt stór skref. Það rosalega stór skref. Kaupir fyrstu íbúðina. Já. Flytur út. Ræðislegt. Welcome to heaven. Já. Heaven, já. Já. Klálega. Þetta svona, þú veist, þetta ákveð frelsi, já. En svo ógeðslega leiðilegt þegar maður átt að segja á því, bara eitthvað svona, maður opnar ískapinu og svona, já. Það er ég þarf að pælja já, það enginn sem keypti neitt af því, já. Og það enginn annar sem að fara að þrífa fyrir þig og ryksu. Nei. Og bara kaupa klósipapír, kaupa þessa leiðilegu hluti. En ógeðslega gaman samt. Já, þetta ógeðslega gaman. Það ógeðslega gaman að búa, sko. Það ógeðslega gaman. Já. Og þetta ógeðslega gaman þegar maður fyrir fyrst íbúðin og maður einhvern veginn fær að setja svona sitt höts á heimilið og búa sér til a home. Já. Svo líka svo fyndi bara með fyrstu íbúður og svona komur svona kannski fljótur á sig með eitthvað eitt aesthetic og svo bara vill maður breyta því alveg. Já. Þannig að bara ef þið fyrst íbúð, hugsaðu vel og handlega hvað húsgagn ætlaði að kaupa. Já. Og svo bara muna að má alltaf breyta skoðun. Já, en það bara, þú getur tapað mikið á því. Það að breyta húsgagn. I know. En það víst alveg greinilegt að sumar verslanir eru að bjóða eitthvað svona heim í láni. Það alveg hellu vinna. Ég myndi ekki nenna þess. Það er alveg hellu vinna að gera það, en þú veist, það greinilega hægt. Þannig að þið nenni því. Geðvitt. Það ekki eðlilega flott að þið nenni. Já. Þannig að við. Næsta sko, af hverju gisp smitandi? Það bara einhver góð spurning sem að ég bara get ekki svara. Jú, við ræddum þetta við vin okkar. Hvaða vin? Við kallum hann Chris Pratt. Já. Af allt ástæðum, hann bara lukkar hann ekki. En hann spurði eitthvað hvað þið að tala um í þessu podcastu? Við sem akkur, já, herði. Já, spurðum hann því. Já. Og svaraði hann því? Já, hann sagði að þetta væri eitthvað svona tauga. Eitthvað svona, þú veist, taugarnar okkar segja okkur að gera eitthvað ef ég sé þig gera eitthvað. Það eins gott að þessi bara gisp sem lætum að gera það. Pælið að það var eitthvað annað á dæmi. Þú getur bara að byrja að gelta og ég myndi bara að gelta líka. Já, bara þú veist, ég myndi bitslappa og þú myndi bara bitslappa inn og bara eitthvað. Þetta mikið enga sens samt, sko. Já, þetta eitthvað svona tauga, eitthvað svona skilaboð í heilan. En þú veist, var það súrefni í heilan eða? Ég man það ekki, hvað hann sagði mér að, ég man bara hann sagði að það var eitthvað tauga skilaboð. Náttúrulega ég googlið aftur, við erum örgulega gert á þess. Já. Fyrstulega, af hverju gespum maður? Við vorum að pæla í því með súrefni í heila, sko. Já. Ég held það. Já, þetta eitthvað til að kæla heilan. Kælan? Eða, þú veist, eitthvað með the temperature. Oh, wow. Interesting. Eitthvað thermodæmi. Wow. Increases blood flow to the face so where heat can dissipate more easily. Er þetta ekki tengist þreytu? Það er svona tárasma líka því það er svona hiti sem kemur upp. Jú, tengist þreytu það ekki. Interesting. Mjög áhugavert. And why is yawn contagious? Why is yawn contagious? Contagious. What the fuck? Hvað? Maybe a social communication tool specific to higher order animals. Við erum bara Já. Ég skil ekki. Nei, þetta er bara svona hóphöðun. Já, með hjarðhöðun. Já. Ok, nice. Þetta er bara group behavior. Já. Þetta er bara meðvirkni. Meðvirkni? Já. Þú ert þreytt, já, ég líka. Já, ég líka bara. En sástu að Gull Miracle Hair Treatment þegar komið? Ég sá það. Sástu hvað var flott? Gæðislega flott. Það geðið líka myndataka sem það voru í, sko. Já, damn girls. Rosaleg. Við erum að tala náttúrulega bara the OG vöruna frá Leven, Miracle Hair Treatment. Við höfum oft talað um 11 eiginlega. Komin í gildar gorgeous umbúðir. Sturla flott. Það er ekki bara að sjá það, getur kíkt á Leven Instagramið. En þið getur líka farið inn á reykjavíkwarehouse.is og fundið sölustæðina og það við máli að fengja oft spurningar hvar færum maður að Leven og svona það er ógeðslega þægilegt að kíkja inn á heimasíðuna og tjekka sölustæði því að sölustæðir eru yfirleitt bara hárgreiðslustofur já, og bara þú veist fagaðalar skilur sem eru með þessar góðu vörur þú veist, þú færði þetta ekki bara í einhverjum verslunum og svona nei. Þetta eru fagvörur, þetta eru það góða vörur en eins og bara höfuðborgarsvæðinu 87
sölualar. Já, Og líka út á landi, en að þeir sem, eruð út á landi, endilega tjekki líka, hvort það sé ekki sölustæða nálægt ykkur. Og mjög þægilegt. Já, mjög þægilegt og ég bara elska að því að, ég veit ekki hvort að fleiri díli við það saman og ég, bara með lítið plássin á baði, lítið skápapláss, þannig að stundu þurfa vörur að sjást. Já, Og þá ekkert betra en þegar þær eru fallegar. Fucking gorgeous. Já. Sérstaklega þetta gullda, sko. Já, það I alveg need to get my hands on it, sko. Ég sé það alveg fyrir mér og svo fá mér kannski eitthvað gullda kerti, bakka, hafa smá svona moment, inn á baði og bara líka einmitt minni mann á að Nota þetta. Nota þetta ennþá meira. Einmitt. En þetta gorgeous, tjekki á þessu, þetta bara ógeðslega flott. Og svona hjálpar alveg hvað varan góð, sko. Fyrir utan bara. Að þetta vara sem maður notar, bara hversu meira næs en hún sé komin í svona einhverja limited gorgeous umbúðir. Geðveikt. We love that. We love that. Augnhárlengingar, yay or nay? Bara sem að henda þér. Mér finnst alveg stundum yay, bara 100%. Eina sem ég þoli ekki við það að maður getur ekki nuddað augun svona. Ég veit það. Fast. Og bara þetta þrjá sem make-upið. Já, það smá erfitt. En það alveg cute. Það ógeðslega cute. Og það líka ekkert leiðilega en að vera í augnarum. Að vera þar? Já, bara svona í augnarum skilur í alvörunni. Já. Það svo illt í hausinn og ég get ekki svona sofnað, og svo meðvitið að sofna óvart. Já. Byrja að hrjóta eða eitthvað. Ég sofnaði á tannlækni, sko. Þú ert ekki lagið, þú getur sofnað allstaðar. Já. Ég oft sofnaði á tannlækni, bara. Það galið. Þú einu ekki trættum ég bíti svo vart. Það bara svo badd, sko. Þetta náttúrulega bara svo mjög skrítið, sko. Það? Já. Hver sofnar á tannlækni? Það ekkert óþægilega að vera á tannlækni, sko. Ég aldrei ekki að segja þér að opna. Þarftu ekki að vera með opið munnin, eða? Jú. Ertu bara alltaf svoðandi með opið munnin, kannski? Hvað bara Hvað getur þið sofnaðið óþægilegur stuð heimi? Ég man bara eftir þessu, bara sérstaklega þegar barn og eitthvað svona og þá voru oft sett eitthvað svona þess að halda honum opnum. Fucking reglífin, sko. Já, Dráma. þá bara steinsopnaði ég. Þá var bara eitthvað sem ég held munnum minn opnum, sko. Oj, sko. Ég mér bara, þegar reglífin var brought out, þá bara fæ ég kvíða kast og bara langaði að fæ ég stinga tannlækni augu og hleypa burtu, sko. Ógeðslegt. Ég er bara I'll take a nap. Það galið. Það bara, þú ert mjög heppin með það. Já. Vonandi vera embla eins. Já, ég vona það. Ég ekkert sem ég hata að vera tannlækni, sko. Það er ógeðslegt, sko. En já, augnhárlengingar geggar. Getur þá sofna líka bara hjá, þú veist, Gino eða eitthvað? Hvað Gino? Nei, nei, örugglega ekki. Að það er svona jafn mikið svona fyrir að upp í þér einhvern veginn. Já, það er samt og aðeins öðru í stað. Því nei, ég held ekki, sko. Ég held ekki að þetta ekki sofna þar. Þetta er líka aldrei það lengi. Nei. Það er rosa fljótt þar, sko. Já. Eða óþægilegt. Jú, það er líka óþægilegt að hafa upp. Já, alveg rétt. Það er bara að kapna á slefinu og bara að bora inn í hausinu og hvernig getur sofið það. Ég er bara skrítin. Jesus. Það getur bara fara bara í bönjun aðgerðina mína og bara sofið yfir hana. Örugglega, sko. En að ég held sko þegar ég verð ekstra kvíðin og ekstra svona þá eru svo líka með slekkur á sér, já. Ég er ekki tjókið þér. Þess er svo mikið skepna. Ég er bara, I am a bear. En bara, ég er ekki grist ykkur, ef ég er að gangi gegnum erfiða tíma, eða svona ógeðslega kvíðavaldandi tíma. Það er mjög svona mikið náttúrulega svona andlega stæmi að sofa bara í gegnum allt, en þú veist, ekki samt svona. Nei. En jú, vissilega, þú veist, bara í staðan fyrir að fara eitthvað og fara bara að sofa. Já. En já, auðvitað bara ég fekk mér í sumar og fekk mér svo ekki eftir. Nei. Það duttu bara á mig strax. Já, mér finnst það ógeðslega næs mitt fyrst að maður að fara til útlanda og eitthvað þannig. Þetta er mjög high maintenance og mjög dýrt. Já, það er það nefnilega. En þetta er cute fyrir ykkur sem nennið þessu. Já. Ógeðslega cute. Ég vildi myndið vinna þessu. Já, ég vildi óskast líka. Fokka að vera dægilegt. Já, dónalegi viðskiptavinir. Hvað er það? Þú veist. Af hverju fólk dónalegt og afgreiðslufólk? En ertu þá ekki bara dónalegur yfir höfuð? Jú. Þú veist, ertu þá ekki bara líka dónalegur við makaðinn og... Það getur ekki annað verið. Af hverju er þetta dónalegur ókunna? Já, ef þú leifir að vera dónalegur við ókunna, þá ertu dónalegur við allir kringu. Ég trú ekki neinu öðru.
Þú sést bara að lási dónalegu þjónustufólk, þá ertu bara dóni yfir höfuð, punktur. Já, ég þoli líka ekki bara svona eitthvað, þú veist, þú ert í bakari og það er eitthvað, býttu, akkur kostar mjólkin hérna 800 og maður svona... Obviously, þetta er ekki fucking supermarkað. En okkur það spurði ykkur 13 ára stelpu. Heldur hún hafi bara verðlagt þetta í morgun, skilur? Hvað er að þér? Bara, þú veist, ég skil ekki fólk sem það er alltaf að hugsa allt upphátt. Já. Maður kannski hugsa bara, wow, ok, að kosta hérna 500, að kosta 200 í búðinni. Já. Ok, en þú veist, það er ekki að segja upphátt í starfsfólki. Nei, einmitt. Þú veist, ég veit að ég er að fara á stað sem að það er dýrara að kaupa þennan hlut. Þessu, why? Já. It's just common sense. Use it, Karen. Og ég segjum að þú færi bara, bara í bakari og þú ert bara í sjokki yfir ykkur sem á bara enga veginn bara er gett out of character þarna, skilur ekki eins og mjólkin, bara eitthvað. Starfsfólki sem vinnu þar er aldrei að fara að vera fólki sem getur svara fyrir það. Nei. Skilur? Nei. Það er bara einhverju krútlegast fólk sem mættu í vinnuna, sko. Til að sinna sínu störfum, ekki verðlagninguna, ekki blablabla. Sendu bara post. Og sendu kvörtun. Já, sendu kvörtun. Já, það er bara bitna á öllum öðrum. Nei, það er svo umulegt. Það er svo umulegt. Sem var að veitingastað og fólk er dónalegt þjóna og eitthvað hann í alvörunni bara, sko, langar ekki svona að vera með þessu fólki, sko. Nei, mér finnst þetta bara svo, þetta segir svo mikið karakterinn. Þú kannski, þú veist, svona óvart verður pirraðir í kringum makaðin að ná vinnin, en þú feikar alltaf svona fyrir afgreiðslufólki. Alltaf. They didn't do shit. Nei. They're there to do their job, já. Sko. 100%. Já, ég skil ekki, þú veist, á hverju viðskiptavinnir, eða þú veist, já, getur verið svona. En ég er svona, ég held einhvern veginn í trúna að þetta muni degi út. Ég held í trúna að... Ég held að sé alltaf einhver dónar sama hvað kynsluð er, sko. Já, kannski, en mér finnst þú svo mikið magnaðið núna á X-kynsluð. Finnst þér ekki? Jú, ég veit alveg mikið á okkur aldrei líka sem er svona dónalegt þjónustufólk. Já. Og það er hræðilegt. Við þekkjum alveg nokkrar, sko. Ég er ekki að kveikja allavega, en það er hræðilegt. Já. Það er ömurlegt. Bara, það lætur manni líða illa. Og maður fyrir alltaf gett meðvirkur. Segjum að þú er bara gett dónaleg og þú myndir bara fá einhvern mat og vera bara eins og sérstaklega út að borða og þú er bara þetta er ömurlegt. Þá bara þótt að væri 300, ok, þótt að væri 3 hár í mínum mat, þá myndi ég ekki segja shit af því að hinum var búin að vera svo dónaleg við þig. Maður er bara, sorry, ég skal bara borða það. Gríns. Þú veist, maður á alltaf að kvarta ef það er eitthvað sem er skiluru sem að má kvarta undan en það þarf ekki að gera dónalega. Nei. Líka þegar maður þarf eitthvað að senda eitthvað tilbaka þá maður bara sorry. Já, mann finnst það ömurlegt. Já, en ég held að frekar þjónustufólk, þú veist, það ástæðan okkur það kemur alltaf upp á þér með og það tróða í fucking kjaftin á þér er að þau vilja vita hvort það sé eitthvað ekki lægi, skilur. Já. Og að þau reyna að velja momentið þegar þú ert akkurat að taka bita. Good point. Hérna er ykkur sem segir bara að tala Olivia Rodrigo. Ég held að það getur líka bara verið þáttur. Akkur? Að fara bara hans yfir hana. Hvaðan kemur hún? Hver er hún? Nei, ekki? Jú. Hefur eitthvað að segja hana núna? Nei, ekki neitt, sko. Hawk Twagelan. Já. Hún ætla að byrja með podcast. Já. Það hétt eitthvað alveg pínu sniðugt en ég er búin að glemma því. Og ég sá eitthvað á TikTok, ég veit ekki hvort það var eitthvað bull. Það getur verið. Aftur, TikTok, að Björk, söngkona, íslensku söngkona sé að fara að vera gestu þar. What? Random. Right? Já. En ég veit það, við bara fylgjast með þau, sjáum hvort það gerist. Herru, smúla eða spúla? Hvað fokkanum því það? Þau ert að spúla, eða smúla, ok, það skýtu ut. Það tala bara hvort nú orðinu á það? Já. Aldrei eftir orðið spúla. Nei, er það nokkuð? Nei, það er smúla. Það er smúla, já. Ég hef aldrei eftir spúla. Einhverjulega ykkur sem segja spúla. Þá er þau bara heimsk. Wow. Já. Það er gali. Stór orð látum flakka. Þið eru ekki bara að fara að segja mér að spúla sér orðið í dag, sko. Nenni ekki að læra ný íslensk orð, sko. Nei. Girl's girl. Girl's girl. Sko, það er bara stelpur sem að styðja við aðra stelpur, styðja við aðra konur og taka girls before boys. Og ég trúi ekki að þetta er spúla, sko. Er það að googla? Já. Því þetta er svona eitthvað sem að ég bara, þess að ég hef aldrei heyrst það. Og ég bara smúla vittlust. Er smúla vittlust? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég held að fólk viti það ekki. Hvað var það en daginn sem ég var lendi í?
Hvað finnst mér sem við eitthvað tala smúla spúla? Ég held ekki, en ég talaði mörg svona orð, sko. Var eitthvað daginn sem ég var sett story og mamma þurfti alveg að finna einhverja umræðu fyrir mig og það fólk var ekki vist hvað var rétt og eitt kom úr dönsku. Hvað var það aftur? Það var gráða ostur, ég náttúrulega hugsa það. Já, það er eitthvað sem að, þú veist, meira svona, veist, það ekki eins sjokkrandi, en það var alveg sjokk. Það er bara Mandela-effekt, bara hvernig ennskunum bættuðu við Það er líka óslega margir sem maður vita þetta ekki, bara veitingastæðir og allt, sko. Það stendur bara gráðostur, sko. Ég er bara svona, þetta er ekki... Ég líka alltaf að ég sé svona nýjan gráðost. Já. Maður segir aldrei gráðost bara í búðinni. Það er svona, notuðu þér æð, skilur. Já, ókveins. Ég hugsa þetta regularly. Sko, spúla er að skóla með vatni og kemur úr dönsku spúlin. Spúla? Já. Já. Og smúla er að skóla hreinsa í fiskvinnslúsum. Nei, það meikar ég sensi. Og núna er ég bara, hef ég alltaf sagt spúla? Orðið smúla eru sömu merkingar á spúla. Hef ég alltaf sagt spúla eða smúla? Nú man ég það ekki. Ertu að fara spúla bíliðin? Ertu að fara smúla bíliðin? Ég er blanko. Hvað meinaru? Mér langar... Segjum að... Spúla. Það smúlaða raskatið, ertu að spúla það? Skóla það nú bara. Nei, smúlaða spúla. Þú hlýtur að vita þetta. Ég veit, núna er ég bara... Þetta orðið búin að missa merkingu fyrir mér. Smúla? Maður smúla bílinn sinn. Maður spúlar hann ekki. Já, ég held ég segi smúla. Það hlýtur að vera. En núna hef ég heyrt spúla. Ég hef aldrei heyrt spúla. Ég hef alveg heyrt fólk nota spúla. Já. Þetta er hræðilegt. Ég bara segi upp sem Íslendingur. Spúla bílinn. Þú veist hvað meinið þið? Þetta er svona bæði til greinilega. Já. Aldrei heyrt þessa umræðu. Þetta er bara á Vísindavefnum. Er réttar að segja spúla eða smúla? Ok. Það er bara engin niðurstaða hérna. Nei, alltaf. Áfram gakk. Herru, Glitch the Matrix. Við þurfum alltaf bara að taka þátt 2 af því. Já, grins. Það er svo mikið til að ræða. Shower thoughts. Hvað ert þú svona að hugsa í styrstu? Bara hvað þið þarf að setja næst í hárum mitt. Það? Ertu ekki bara stundum bara inn í einhverju another dimension í hugsunum bara? Fyrir að hugsa bara, já, því ég sagði þetta einu sinni og svona. Fyrir aldrei þangað. Ég fyrir aldrei það langar styrstur. Nei. Þú ert að horfa Vampire Diaries svona. Já, núna er ég ekki hugsa neitt. Ég er að horfa í styrstur, sko. Það er ekkert eðlilega kósí. Fyrst að það er iPad-krakki, sko. Já, ég er iPad-krakki. Seta hann, sko, þú veist, klósett svona beint fyrir framann hérna. Það er mega næs. En styrta er alveg staðir sem ég get gleymt mér í hugsunum, sko. Já, ég er ekkert sem myndi eftir í hug samt sem mér, sko. Nei, ég fer alveg bara, þú veist, hérna. Ég er alltaf einhvern veginn að flýta mér í styrtu. Já. Þannig að, þú veist, ég man ekki hvernig ég fór styrtu, ég segja þess að var bara eitthvað að chilla bara. En þú tekur svona everything shower. Bara skrúbba. Já, flýta mig ekkert eðlilega mikið. Ok. Þá er ég bara ekkert eðlilega sló, sko. En, já, shower þess. Ég detta alveg í svona, líka bara, þegar maður er kannski nýbúin að svona eiga svona samræði við eitthvað og maður svona, og alltaf því styrtu svona, ég ætla að segja þetta. Þar fæ ég, ég hefði það svona meira bílaþátt sem er, sko. Þeir keira. Já, þú náttúrulega keirir sem þú bara með silent. Já. Þá var alltaf eitthvað annað að trufla hausinn minn, sko. Já. Bara, þú veist, ég er alltaf með eitthvað svona í gangi, en það er sjáu þátt sem mín, sko. Og svona, áður maður sopnar þátt. Já, það er náttúrulega hausinn maður sem bara þess er svo næs að vera í símanum það er vandamáli en þá er maður svona ekki hugsa gett mikið þegar þú ert að sofa já, og vera ekki þreyttur og fyrir að sofa skilur já, bara horfa á eitthvað sjónvarpinu já, eða eitthvað þannig skilur en ég tala bara svona það er svona næs að vera að gera eitthvað en að leggjast bara upp í rúm og leggjast það er svona kveikið alltaf sleep-music já, það er svona detti inn í það að sofna já það er eitthvað annað sem við þurfum að tekka hérna á Reddit og geti kannski bara verið skemmtilegt í heilan þátt en við fyrir með það síðar. Þinga, við rættum það sem ger. Þinga er bara þreyta. Já, allavega hjá mér. Já. Sumi verða alveg svona óglatt og eitthvað. Sumi verða alveg líkamlega. Já. Og bara svona illt í maganum og þannig. Mitt er klálega svefnin, sko. Já. Og þreyta. Bara orkuleysi. Já. Og líka, þú veist, að því að
það svona langa, mann líka alltaf að borða bara svona sem í næst í mat, þú veist það tengist líka svefnleysi. Hvað svona krefur eitthvað svona greasy? Já, Ég kreifa eiginlega ekkert oftast eitthvað greasy, af því þá líður mér það illa, það er svona, það maður langar eitthvað svona meira millivegin, skilur við. Já. En samt skyndibita, sko. Já, en samt skyndibita, já. En ég alveg svona, nei, ég kreifa alveg eitthvað svona, eitthvað greasy, þú veist, alveg svona, já. Það mjög samt láta mér líða ennþá þar. Og daginn eftir, þá verður mér ennþá vill í mánum. Já. Já, ég fer samt einhvern veginn fyrir eitthvað það, en það tengist náttúrulega, ef að tekið fyrir ég með bókinni og ef slíp, það tengist líka svefnleysi. Að þú leitar frekar í x-mat, skilur þegar þú ert á, þegar líkaminn bara kalla eftir einhver orku, kallar eftir rangri orku, skilur Þannig að já. Uppáhalds ylvatn, hvað er uppáhalds ylvatnið þitt? Karolína Herrera, Svarti helskotni. Sammála. Best. Sammála. Það er eitthvað ylvatn sem ég var búin að kaupa mér aftur, sko. Já. Það er bara favorite. Það er svona, og ég kynntist hérna tilbúin, en lætum við þykja ennþá meira vænt um þetta. Já, same. En já, ég er sammálaður. Svo bara, já, það er margt fleira en það sem er bara hægt að gera skemmtilega þáttur, þannig að við vorum bara að gefa okkur Thanks for the topics, guys. Já, gefa okkur góður hugmyndir og það var ógeðslega gaman að ræða bara svona alls konar með ykkur. Já, það leiði líka svona. Já, það líður oft svo hægt hérna. Nei, allt í henni bara komið klukkutími inn. Já, crazy. Ég held að vera svona, þú veist, hálftími eða eitthvað. Að mér líður svo mikið á svona litlum topikum. En þetta er líka bara svona sem maður er einhvern veginn að ræða með vinkonum sínum út allan daginn. Maður er eitthvað, þetta. Bara svona random topics. Já, bara þetta. Bara hvernig komst maður út í þetta? Já. Ég er svona, sko, ég er svitna. Þannig að mér langar að segja bara við ykkur Tepos Besties að þið sjáumst í London. Já, oh my god, þið sjáumst í London. Já. Og fylgist mér vel með okkur á samfélagsmiðlum því að við erum að fara, tísa smá skemmtilegt sem verður á livesjónu. Já, í London. Love you guys. Love you besties. Bye.